Góðan daginn. Nú ætlum við að halda áfram með Scratch og í dag ætlum við að gera leik sem er eltingaleikur. Þá ætlum við að byrja á því að bæta við karakterunum sem okkur vantar inn í Scratch og það gerum við með því að fara hérna niður í hægra hornið og velja hérna það sem heitir veldu teikningu. Það er sem sagt þar er mynd af ketti með svona litlum plús. Ég ætla að velja þar og þá get ég valið mér annan karakter til að hafa í eltingaleiknum mínum. Ég ætla að finna músina, ég ætla að finna karakter sem er eins og mús og þá fer ég hérna í leitarstikuna, þess að stendur leita og ég skrifa M-O-U-S-E eða mouse og þá kemur hérna upp mouse 1. Nú er ég búinn að velja músina mína en mér finnst hún aðeins of stór. Þannig að þá ætla ég að ýta á hana hérna. Þá verður hún svona blá hérna og ég ætla að minnka hana. Ég minnka hana með því að ýta hérna á stærð og breyta tölunni 100 í eitthvað lægra, eins og til dæmis 50. Og ég ætla að gera það sama við köttinn minn, ég ætla að hafa hann aðeins minni, þannig að ég ætla að skrifa til dæmis 80 í staðinn fyrir 100. En svo þurfum við að bæta við bakgrunni og við gerum það með því að velja hérna við hliðina á veldu teikningu, veldu bakgrunn. Það er niður í hægra horninu og það er svona mynd með plús. Og þið getur valið hvað sem þið viljið. Ég ætla til dæmis að taka hérna bara, já, hvað ætti ég að taka? Til dæmis hérna, Neon Tunnel. Ég ætla að taka Neon Tunnel. Og þá getum við byrjað að forrita. Það fyrsta sem við ætlum að gera er að forrita köttin okkar. Við ætlum sem sagt að gera þannig að kötturinn eltir sko músarbendilinn. Það er það sem þið hreyfið með tölvumúsinni. Skulum tala um músarbendil, það er sem sagt tölvumúsin. Svo skulum við tala um músina og það er músin sem er hérna inn í forritinu. En við ætlum þá að velja köttin hérna niðri svo að hann sé blár. Og þá ætlum við að taka inn hólakaup inn í atburðir og við ætlum að taka inn hérna þegar smellt er á græna fánann. Þegar við erum búin að taka inn þegar smellt er á græna fánann, þá ætlum við að fara niður í stjórn, flokkinn sem heitir stjórn. Þá ætlum við að taka hérna endalaust. Svo ætlum við að fara hérna inn í hreyfingu sem er blái flokkurinn og hann er efst. Og við ætlum að taka hérna fara 10 skref. Því að kötturinn okkar á að fara endalaust áfram, en alltaf vera að elta músarbendilinn okkar, sem sagt tölvumúsina. Það gerum við með því að taka hérna stefna í átt að músarbendill, einmitt. Þá ef þið ýtið á græna fánann fyrir ofan gluggann þar sem kötturinn og músin eru, þá ættið þið að geta hreyft köttin ykkar svo að hann elti tölvumúsina. Nú ætla ég að gefa ykkur svona 2 mínútur til að klára það sem ég var að gera og sem sagt þið þurfið þá að bæta inn ketti og mús og forrita það sem ég var að forrita á skjánum. En við sjáumst þá bara eftir 2 mínútur.
Jæja, þá skulum við halda áfram. Nú erum við sem sagt búin að gera það að kötturinn okkar, hann ferðast svona og eltir tölvumúsin okkar. En það sem mig langar til að gera núna er að láta köttinn minn líta út fyrir að vera að hlaupa. Hvernig gerum við það? Jú, þá þurfum við að fara inn í atburðir, það sem við tókum áðan þegar smellt er á græna fónan og ætlum einmitt að taka hann aftur. Svo tökum við aftur úr stjórn endalaust. Svo ætlum ég að biðja ykkur um að taka hérna efsta kubbinn, hann heitir bíða í 1 sekúndur. Núna þurfum við að forrita það að kötturinn okkar hlaupi og þá skulum við fara hérna inn í búningar við hliðin á kóði hérna efst uppi á skjánum. Þá sjáum við að kötturinn minn er með 2 búninga og ef ég skipti hratt á milli búningana þá lítur út eins og kötturinn minn sé að hlaupa. Þá förum við aftur hérna í kóði og ef við ætlum að breyta því hvernig hluturinn okkar lítur út þá þurfum við að fara inn í flokkinn sem heitir útlit. Hann er næst efstur og er fjólublár en þar inni getum við fundið kubb sem heitir næsti búningur. Við ætlum sem sagt að taka þennan kubb sem heitir næsti búningur og setja hann hérna. En svo ætlum við að breyta það sem stendur bíða í 1 sekúndur, við ætlum að breyta því í bíða í 0,3 sekúndur. Núna ætlum ég að biðja ykkur um að íta hérna á græna fánan og segja mér hvort það líti út fyrir að vera kallinn ykkar, hvort það líti út fyrir að kallinn ykkar sé að hlaupa. Já, minn gerir það, en hann er ekki að hlaupa alveg nógu hratt. En hvernig getum við laga það, segi ég. Þá breytum við bara tölunni hérna. Ég ætla að prófa að segja það bara 0,1 sekúnda. Já, það virkar aðeins betur. Getum líka að prófa að segja 0,01 sekúnda. Sko, þetta er fínn hraði. En þá eigum við núna eftir að forrita músina. Það sem ég vil að músin geri, ég vil að hún birtist á einhverjum stöðum á skjánum og við þurfum svo að elta hana því við stjórnum kettinum. En þá ætlum við að velja músina hérna niðri svo hún verði blá og þá þurfum við að taka inn sama kubb og við tókum inn áðan úr atburðir. Við þurfum að taka inn hérna þegar smellt er á græna fónan. Svo þurfum við að fara aftur í stjórn og taka endalaust aftur og það sem við ætlum að gera nú er að taka inn ef þá, eða ef þá annars eiginlega. Núna þurfum við að fara hérna inn í hreyfingu og hér ætlum við að taka fara til handahófskennd staðsetning. Kubbur númer 4 og ég ætla að setja hann hérna inn í annars. Þannig að núna ef þið ítið á keyra þá ætti músin ykkar að birtast út um allt eins og hún sé bara brjáluð. En við viljum ekki að hún geri þetta svona hratt, heldur við viljum að hún bíði á hverri staðsetningu í smástund. Og ef við ætlum að láta eitthvað bíða í skrats, þá þurfum við að fara inn í stjórn og taka efsta kubbinn þar sem heitir bíða í 1 sekúndur. Og ég held að það sé kannski fínt að hafa kannski svona 2 sekúndur. Skulum prófa núna. Já. Jafnvel bara 1. Skrifum bara 1. En þá erum við búin að forrita músina svo hún hreyfi sig, en það sem við ætlum að gera núna er að fá stig þegar við borðum músina eða lendum á henni. Þá þurfum við að fara inn í mælingu, ljósbláa flokkinn sem er fyrir neðan stjórn. Og þar er kubbur sem er efst og hann heitir snertir músarbendill og þið sjáu það, hann er svona 6-hindur sem þýðir að hann passar hérna á milli ef og þá. En við ætlum ekki að velja músarbendill, heldur ætlum við að velja Sprite 1 sem er sem sagt kötturinn okkar. Þá ætlum við að segja hvað gerist ef við snertum músina. Jú, þá á músin okkar að birtast á öðrum stað og við eigum að fá stig. Þá skulum við taka hérna úr hreyfingu, við skulum taka fara til handahófskennd staðsetning og
svo þurfum við að búa til breytu fyrir stíginn okkar. Þá förum við hérna í appelsínugula flokkinn sem heitir breytur. Hérna inni er ein breyta sem er alltaf stofnuð áður en við byrjum að forrita og hún heitir myVariable. En við ætlum ekki að nota hana, heldur þurfum við að búa til nýja breytu. Þá ýtum við á takkan hérna efst og veljum smíða breytu. Þá ætlum við að skrifa nafnið á breytun okkar og breytan okkar á að heita stig. Þannig að þá skrifa ég hérna inn STIG. Svo get ég ítt hérna á í lagi. Einmitt. Það sem ég ætla að gera það núna er að fara og taka hérna breyttu myVariable 1 og ég ætla að setja hann hérna fyrir ofan fara til handahófskennd stafsetning. Nema við ætlum ekki að breyta myVariable, heldur ætlum við að breyta stig. Þannig að ég ýti á myVariable og ýti svo á stig. Þá skulum við prófa, sjá hvort þetta virki. Jú, ég fæ stig ef ég næ músinni. En þá ætla ég að leyfa ykkur núna að klára kóðan sem ég var að búa til. Þið sjáu hvernig kubbarnir eru á litin, þannig að bláu kubbarnir eru úr hreyfingu, appelsínuguli úr stig og svo þessir hérna sem eru brúnir, þeir eru úr stjórn og þessi hérna er úr mælingu. En já, þannig að ég ætla að taka pásu í 2 mínútur og leyfa ykkur að klára. Jæja, þá skulum við halda áfram með leikinn okkar. En það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að bæta við einhverjum hlut sem tekur af okkur líf. Hvernig gerum við það? Jú, þá förum við hérna niður í veldu teikningu þar sem við náðum í músin okkar áðan. Og það er niður í hægra horninu, það er mynd af ketti með svona plús. Ég ýti á hann og þá get ég valið mér einhverja vonda hluti. Hvað ætti ég að velja? Ég er að hugsa að velja hérna leðurblökuna en þið megið að sjálfsögðu velja hvað sem þið viljið. Og nú lendum við í því sama og með músina. Leðurblakan er of stór. Þá förum við hérna fyrir neðan skjáinn þar sem leikurinn okkar er í gangi. Þar stendur stærð. Stærð 100, en við breytum þá bara 100 í eitthvað minna, eins og 50. Já, hún er kannski aðeins svo stór ennþá, þannig ég ætla að prófa að segja þá bara 30 eða 40. Já, nú er þetta er fín stærð. En við ætlum að láta leðurblökuna hegða sér eiginlega nákvæmlega eins og músina. Nema að leðurblakan á að taka af okkur líf. Þá ætla ég að fara núna inn í músina
Og það sem er svo æðislegt við Scratch er að við getum nýtt kóða aftur. Það ger ég núna með því að draga þennan kóða og setja hann hérna yfir leðurblökuna. En takið eftir því að þegar leðurblakan hristist þá má ég sleppa, en ég má ekki sleppa ef leðurblakan er ekki búin að hristast. Þannig að núna þarna bakvið þá hristist leðurblakan, sjáu þið, akkurat, og þá má ég sleppa. Þá veljum við bara leðurblökuna og þá sjáu þið að það er komin sami kóði hingað inn. En það eina sem við þurfum að breyta núna er þessi hérna kuppur, af því að við viljum ekki fá stig ef við náum leðurblökunni, heldur viljum við missa líf. En við eigum engin líf. Hvernig búum við til þau? Þá förum við hérna inn í breytur, appelsínugula flokkinn og veljum aftur smíða breytu. Þá þurfum við að skrifa hérna líf. Skrifa ég L-I-F. Og þegar ég er búinn að því, þá vel ég hérna í lagi. Einmitt. Og þá er ekkert eftir hérna í þessum kóðabút nema að ýta hérna á stig og velja líf í staðinn. En eins og þetta er núna, þá myndum við fá líf í hvers skipti sem við myndum snerta leðurblökuna, en við viljum missa líf. Þá í staðinn fyrir að skrifa 1 hérna, þá skrifum við -1. Ef þið eruð að vandræðast hvar takkinn sem býr til mínus er, þá er hann við hliðina á Ö og við hliðina á takkanum sem strokkar út á lyklaborðinu. En lífin okkar, þau byrja sem 0. Hvernig get ég látið okkur fá til dæmis 5 líf í hvers skipti sem við byrjum? Þá getum við tekið hérna, láttu líf verða 0 og ég ætla að setja hann hérna á milli þegar smellt er á græna fánan og endalaust. Og ég ætla ekki að láta lífið mín verða 0, heldur ætla ég að skrifa 5. Ég ætla að hafa 5 líf. Jæja, þá skulum við prófa að ýta á græna fánan og sjá hvort við missum líf þegar við snertum leðurblökuna. Það er nú bara frekar erfitt að ná henni. En jú, ég missi líf. En það er ekkert sem segir hvað við eigum að gera þegar lífin okkar verða 0. Hvað gerum við þá? Já, þá ætla ég núna að vera hérna inni í leðurblökunni og ég ætla að skrolla svolítið niður til að fá meira pláss. Það sem við ætlum að gera núna er að fara inn í atburðir sem er guli flokkurinn og ég ætla að taka inn þegar smellt er á græna fánan. Svo ætla ég að fara inn í stjórn og taka endalaust. Svo ætla ég að taka hérna ef þá. Núna þurfum við að segja, ef lífin okkar verða 0, þá töpum við leiknum. Já, en þá þurfum við að beita smá stærðfræði og þá þurfum við að fara inn í flokkinn sem heitir virkjar. Þar eru allir stærðfræðikuparnir og hann er græn fyrir ofan breytur. En við ætlum að segja hérna, ef líf eru minni en 1, þá töpum við leiknum. Þá tek ég hérna kubbinn sem er í miðjunni og heitir ekkert minna en 50 og hann er saxendur og passar þá hérna á milli ef og þá. Og í staðinn fyrir 50 ætla ég að skrifa 1. En þá þurfum við að finna eitthvað til að setja hérna inn og það eru þá lífin okkar. Þá þurfum við að fara inn í breytur og taka hérna líf, búbluna sem stendur líf inn í og við ætlum að setja hana hérna akkurat inn í ekkert. En þá getum við sagt hvað á að gerast þegar lífin okkar verða minni en 1 og ef lífin okkar eru minni en 1 þá verða þau 0. Þá skulum við prófa að taka inn svolítið nýjan kubb hérna. Ég ætla að fara í stjórn og þar er kubbur sem heitir stöðva allt og ég ætla að taka hann og setja hann hingað inn. Skulum við prófa hvað gerist ef ég fæ 0 líf. Þá stoppar allt. Þá er eina sem við þurfum að gera er þá að ýta á græna fánan. En þið sjáu að ég missi ekki stigin mín. Hvernig get ég lagað það? Jú, þá fer ég inn í breytur og tek hérna. Breyttu líf um 1.
nema við breytum svo bara líf í stig. Nei, ég segi láttu líf verða 0. Það er kubburinn sem við ætlum að taka. Þessi efsti hérna. Ég ætla að setja hann hérna fyrir ofan stöðva allt. Það er mjög mikilvægt að setja hann fyrir ofan af því að hann passar ekki fyrir neðan. Svo breyti ég bara líf í stig. Og skulum sjá þá hvort að ég missi ekki öll stigin mín þegar ég snerti eða þegar ég fæ 0 líf. Jú, þá verða stigin mín 0. En það var ekki meira sem ég ætla að segja ykkur frá núna og sýna ykkur. Þannig að ég ætla bara að hvetja ykkur til að halda áfram að gera leikinn ykkar skemmtilegri. Þið getið til dæmis sett einhver svona power-ups, þannig að til dæmis ef þið borðið epli þá farið þið 2 sinnum hraðar. Eða látið leðurblökuna ekki birtast, heldur alltaf vera að elta ykkur. Það er líka hægt. Þið gerir það þá á sama hátt og þið lítuð hérna köttin elta músina, eða músarbendilinn, tölvumúsina. En já, þá ætla ég bara að segja takk fyrir mig og við sjáumst næst.